þegar ég var 9 ára þá var talað að það væri hægt að komast í lúðrasveit. Það var skólinn hans Kópavogs, æfði í skólanum mínum, Kástaskóla í Kópavogi. Við mættum í pröfu. Þetta var mjög spennandi. Það fór einn og einn inn í sal og þar var lúðrasveitstjórnandinn, Björn Guðjónsson og nokkrir með honum og það voru 2 verkefni. Annars verið að syngja Gamli Nói, sem ég gerði, og svo flissuðu allir þegar ég var búin. Og ég skildi ekkert í því, þá var það vegna þess að ég söng ekki Gamli Nói keyri kassabíl. Ég kunni svona 100 ára gamlan texta við Gamla Nóa sem ég söng. Og svo áttum við að banka svona takt. Og þar með var ég komin inn í lúðrasveitina og svo spurt hvaða hljóðfæri viltu. Og ég fór bara heim og spurði foreldra mína hvaða hljóðfæri ég ætti að velja. Já, flauta, klarinett, þetta er voða falleg, sagði þau. Það var nú ekki flóknara en svo ég valdi flautu. En það var ekki alveg að fara að ganga strax. Því að ég fekk hringingu nokkrum dögum seinna og mér var sagt að ég mætti koma upp í skóla og sækja flautu. Ég trítlaði af stað með glöð og svo þegar ég kom að þá var mér sagt að nei, við gerðum smá mistök. Það voru bara til 3 flautur og þar voru allar farnar. Svo ég fikk klarinett og ég spilaði klarinett næstu árin. Svo hætti ég í lúðrasveitinni og þá var það sem ég fekk flautu í hendurnar, 15 ára gömul. Og fór að læra í tónlistarskóla Kópavogs hjá Bernharði Wilkinssoni. Bernharður Wilkinson er skilur mikið eftir sig í flautuleikurum landsins. Því að við tókum mynd af okkur fyrir nokkrum árum, þar sem við vorum samankomin dálítið margir flautuleikarar, nemendur hans. Og við vorum ansi mörg. Já, hún er aðeins á undan mér í tónlistarskóla Reykjavíkur og var náttúrulega svona mín, já, svona svolítið idol, maður horfði upp til hennar. Eftir ég var búin með stúdentspróf hérna heima, þá var svona spurning hvað ég ætlaði að gera. Ég var ekki alveg viss hvað mig langaði að gera. Og þá er það sem að ég hugsa með mér, já, kannski bara taka 1 ár að vera bara í tónum. Ég hugsaði nú ekki lengra en það, En mér fannst það mjög freistandi að svona geta æft mig dálítið mikið og láta mig fara fram. En svo auðvitað greip bakterían mig alveg leið. Og þegar ég var farin að spila meira á tónleikum og finna hvað ég gat gefið mikið, þá langaði mig að gera meira af því. Og ég var hérna heima í námi í nokkur ár og tók blásarakennarapróf og einleikarapróf frá tónlistarskólanum í Reykjavík. Og meðfram því sótti eins mikið á námskeiðum að ég mögulega gat. Fór mikið út á sumrin og var búin að alveg að sjá út hvert mig langaði helst og hvaða kennar mig langaði helst að fara til, sem var William Bennett í Englandi. Fannst hann vera, og finnst enn, eitt stórkostlegasti listamaður sem ég hef kynnst og með alveg dásamlegt músikalitet og djúpan og tæran tón sem að mig langaði að sækjast eftir. Svo fór hún út til Englands og ég fylgdi á eftir nokkru síðar, en reyndar hún var í London og ég var í Manchester. Þetta voru svona, við fórum svona kannski svona svipaði leið, maður var svona hjá svona kennurum sem að ég lærði eins og þess að hjá kennurum vorum á svima námskeiðum og svona, þannig að maður var svona alltaf að reyna að bíta í skottið á henni svolítið. Þegar ég kom í pröfuspili í Royal Academy, þá voru við vel yfir 100, ég held að það voru 120 spilarar sem spiluðu fyrir þennan dag og næsta dag. Við vorum 5 sem komast að hjá honum. Og við tókum 2 ár í námi hjá William Bennett. Það var alveg pínu freistandi að koma sér á framfæri í Evrópu og reyna að fá starf þar og jafnvel búa í spennandi stórborg. Ég var nú búin að krækja mér í kærasta þarna strax og við vorum saman í námi, bæði í London og París. Og þegar við vorum búin að vera þarna úti í 4 ár þá fyrst og fremst langaði okkur heim. Við vorum bara, okkur langaði að búa í Íslandi. Ég var búin að verða fyrir stoltlega opinberun í London. Það var þarna sennilega annan eða þriðja veturinn minn í Englandi. Mér fannst ég ekki hafa neitt að segja. Ég var svo heppin að ég áttaði mig mjög fljótt, ég veit ekki hvort þetta tók einhverja örfá daga eða hvað, en ég áttaði mig mjög fljótt að því hvað var að. Mér vantaði íslensku náttúruna. Mér vantaði
sjóinn, víðáttuna og fjöllin og kraftinn á fjöllunum. En það horfa alltaf bara rétt yfir götuna og vera alltaf innan steypu og malbygg. Allt í einu var það eitthvað of þurrt. Ég tek þá ákvörðun að ég ætla að vinna á Íslandi. Jafnvel þótt að ég hafði raunverulega engar forsendur til þess að ætla það að ég kæmist inn í sinfóníuhljómsveitina eða nokkar annars spilastarf. Svo eftir ég flutt heim, þá reyndar hrúguðust verkefnin á mig. Ég kenndi talsvert mikið og síðan var mér boðið að vera bæði að spila í óperunni, íslensku óperunni og eins í Þjóðleikhúsinu, í barnaleikritum. Mér fannst það freka fyndið og ég hugsaði mig mjög lengi Ég var nú svo vitlaus og fatt ekki að þetta var náttúrulega kostaboð sem að maður myndi aldrei hafna. En ég þurfti að hugsa mig því að þarna var ég nýbúin að vera að vinna í allra erfiðustu tónlist sem hefur verið skrifið fyrir þetta hljóðfæri á mjög háu plani og svo var ég að fara að spila einföldustu lög og það var svona pínu skrítin tilhugsun. Bíddu, er þetta það sem ég er að fara að gera? Jú, svo gerði ég þá. Það var dásamlega skemmtilegt. En þetta gerði ég í 5 ár. Og þarna stofnum við alveg leið og við flytjum heim, ég og maðurinn minn, tónlistarhópinn sem heitir Camera Arctica, sem samanstendur af okkur tveimur, hann klarinettleikari, Ármann Helgason, flauta og klarinett og strengjakvartett. Og við höfum spilað núna í þessi rúm 20 ár. Meðal annars Mozarts Kertaljós fyrir jólin, tónleika hjá Kamúsuklúbbnum og ýmislegt annað sem að við veljum okkur. Við höfum verið saman hlið við hlið í symfóníunni núna í 13 ár. Já, það var frekar óvænt að losnaði stað í symfóníuhljómsveitinni. Ég hafði ekki búist við að það myndi gerast næst strax. En það var pikkóluleikarastaðan og ég vann það pröfuspil og var pikkóluleikari í 2 ár og þá losnaði fyrsta staðan og þá pröfuspilaði ég aftur og vann aftur. Þannig að það var náttúrulega draum á jobbið. Það er ekki hægt að segja annað. Hún byrjaði á fyrstu flautu rétt á undan mér og ég byrjaði haustið 2000 á fyrsta óbói. Hún er frábær tónlistarmaður og félagi. Það gerir lífið svo miklu léttara þegar allt gengur smurt fyrir sig í svona litlum hóp. Við erum svolítið sér í treblásurum. Þetta er hópur sem vinnur vel saman og hún er, má segja, konsertmeistari hjá okkur. Þetta var svo skemmtilegu tími og ég held að við hefum bara verið ansi gott í teymi þarna. Svona kannski hápunkturinn af því var ferð til Ameríku þar sem að spiluðu meðal annars í Carnegie Hall og þetta er svona fyrir mér, já, alveg þessar stóru stundir sem hljóðfæraleikari að hafa setið við hliðina á henni í Sinfóníuhljómsveit Íslands. Við náttúrulega fáum að spila alls konar tónlist. Við alls konar tilefni. Við erum ekki bara að spila þessa tónleika í Eldborgarsalnum. Við erum með skólatónleika og við erum í upptökum og uppfinnustundum út í bæ og spilum fyrir fólk. Þannig að við erum með, og tala ekki að tónleikunum okkar er útvarpað. Þannig að við erum með ansi marga snertifleti við þjóðina. Það er bara mjög gaman að vinna með henni og ég hefði ekki getað fundið betri en að sessanætt öll þessi ár. Sinfónían er einn af þessum hlutum sem að kannski kemur fólki á óvart að skuli vera hér á Íslandi miðað við fólksfjölda. Þannig komum við alltaf aftur að þessu. Við erum alltaf að tala höfðatöluna okkar, blessuðu. En við erum virkilega, náttúrulega, við erum búin að standa okkur vel í að búa hérna til mannsæmandi þjóðfélag þar sem að flest er til sem að fólk sækist eftir í höfuðborg. Og það er ég oft sagt það sem skýringa, jú, við erum, þótt að við séum fá,
þá hérna höfuðborg og höfuðborg hefur svona vissum skyldum að gegna. Það væri talsvert öðruvísi að vera hér ef ekki væri þetta mikla menningarlíf. Ég efast að hér væri jafn margt fólk og raun ber vitni. Þegar ég var búin að vera flautuleikari í Sinfóníuhljómsveit Íslands í 8 ár og vera með lítil börn á sama tíma, þá ég mjög áhugasöm það hvernig við opnum þennan heim tónlistarinnar fyrir ungum börnum. Í raun var ég ekkert með það í huga að vinna svona verkefni. Það bara allt í einu spratt þessi hugsun upp í kollinum á mér. Hvað ef við fáum lítinn karakter sem kemur inn á svið til okkar, inni í hljómsveitinni og sér allt sem við gerum, allt þetta skrýtna sem við gerum, allt þetta fyndna sem gerist á sviðinu, en náttúrulega fyrst og fremst upplifir hvað tónlistin stórkostleg. Og hann átti nafnið sitt strax, það bara allt í einu spratt þetta nafn upp í hausnum á mér, Maximus Musicus. Sem tónleikastjóri kem ég að því að setja Maximus Musicus á stað og það náttúrulega búið að vera stórkostlegt ævintýri sem við sjáum eiginlega bara ekki fyrir endan á. Mér langaði til þess að þetta yrði saga sem á bók sem væri með geisladiski líka, til þess að tengja, til þess að börnin myndu hlusta á tónlist líka og svo náttúrulega tónleikaprógram. Ég fór fyrst og fremst til aðalhljómsveitarstjórans okkar, Rúmos Gamba, og spurði hvort hann héldi að þetta væri eitthvað sem við getum gert. Og við fórum til framkvæmdastjórans og þetta var samþykkt, já, við skulum gera eitthvað svona. Já, mjög fljótlega eftir að Maximus Musicus spratt upp í hausnum á mér, þá hugsaði ég til Þórarins Más Baldurssonar, víóluleikari í Sinfóníuhljómsveitinni. Því ég hafði nú nýlega stuttu fyrir þetta séð mjög skemmtilegar myndir eftir hann, teikningar af hljóðfæraleikurum. Þær voru svo snilldarlega vel gerðar. Ég fór til hans og spurði, er þetta eitthvað sem þú myndir vilja gera? Hann náttúrulega svo stórkostlegt dæmi svona eitthvað sem getur vaxið upp úr svona umhverfi og í svona þessari samvinnu sem hefur verið. Og núna náttúrulega hefur þetta einhvern veginn líka tekist með þeim hætti að það bara hvert einasta mannsbarn á Íslandi sem þekkir Maximus Musicus. Og ekki bara það heldur, hann náttúrulega bara útrásarvíkingur og gera garðinn frægan allan heim. Mér fannst þetta taka óskaplega langan tíma, 2,5 ár. Mér sagt að það sé mjög stuttur tími fyrir svona verkefni. En þetta var mjög mikil gleðistund þegar ég settist í sæti mitt í Sinfóníuhljómsveitinni að byrja að spila fyrstu Maximus tónleikana. Bækurnar voru komnar til landsins, það var allt tilbúið. Ég var komin á endapunkt. Það var bara frábært, ég var búin að ljúka þessu verkefni. Hélt ég. Við vorum með 600 leikskólabörn í salnum, það veit ég fyrir víst, ásamt örfáum leikskólakennurum. Og venjan, við vorum alveg vön því að þegar voru svona leikskólatónleikar og salurinn var meira og minna fullur af ungum börnum, þá var svona viss óróleiki í salnum, svona, þau eru vön að hlusta, það var mikla þolinmæði. En það brá svo við leið og sagan okkar byrjaði. Þá bara lagðist þögn yfir salinn. Og ég hafði aldrei fundið svona mikinn kraft og svona mikla einbeitingu og svona mikla þögn í fullum sal af börnum. Þau voru 5-6 ára gömul. Og ég fann það að fyrst að þetta gekk svona vel og við náðum svona sterkt og auðveldlega til barnanna, þá yrði ég að koma þessu framfæri hjá öðrum hljómsveitum. Það alltaf jafn mikil hátíð hjá mér þegar Þórarinn kemur með myndir að sýna mér. Því ég hlæ og skríki, mér finnst hann alltaf búin að ná því sem ég hef beðið og svo kemur alltaf eitthvað pínu ekstra, einhver smá húmor hér og falin mús þar og þetta búið að vera ofsalega gaman. Við vinnum alltaf þetta
í sameiningu textan og myndirnar. Við tölum saman hvernig þetta spila saman. Þegar að við vorum að skipuleggja hvernig þessi tónleikar yrðu, hvernig við breytum sögu og myndum yfir í tónleika, að þá varð lausnin sú að við höfum sögumann sem stendur fyrir fram hljómsveitina og segir söguna, stundum meðfram því að hljómsveitin spilar og síðan eru myndirnar hans Þórarins upp á skjá, þeim varpað á stóran vegg fyrir aftan okkur. Fyrsta bókin heitir Maximus Musicus heimsælki hljómsveitina og næsta bók fékk þá titilinn Maximus Musicus trítlar í tónlistarskólann. Þar vinnum við bæði með þá staðreynd að börn geta leikið á hljóðfæri. Eins hissa á músin nú, þegar hann sér pínu litla fiðlu koma upp úr kassa. Og eins með umhverfishljóð og umhverfisvitund. Og á tónleikunum þegar við flytjum þá sögu þegar hann fyrir í tónlistarskólann, þá erum við með unga einleikara sem spila með sinfóníuhljómsveitinni með frá því sem að sagan sögð. Og svo kom að kannski stærsta draumnum hjá mér þegar við unnum ballettbókina. Ég mikill aðdáandi danslistarinnar og listdansins og þriðja bókin sem sagt heitir Maximus Musicus bjargar ballettinum og þegar við settum þá tónleika upp vorum við með yfir 100 dansnemendur úr Listdansskóla Íslands að dansa á sviðinu í Eldborg. Það var stór stund. En hápunkturinn í ballettsögunni svo Eldur eftir Jórunni Viðar, fyrsta balletttónlistin sem var dansað eftir á Íslandi og eitt besta hljómsveitarverk sem hefur verið samið á Íslandi að mínu mati. Jórunn Viðar alveg stórkostlegt tónskáld og kann að nota hljómsveitina. Nú erum við að leggja lokahönd á 4. bókina og hún fjallar það að syngja og syngja í kór. Maximus Musicus ferðast með hópi barna í kórferðalag, í æfingabúðir, út í sveit. Þannig að við notum þá þessa 4. bók til þess að segja líka frá íslensku sveitinni og dýrunum og fuglunum sveitinni og því hvað er dásamlegt að syngja í kór. Maximus hugdetta hennar Hafjör sem þetta bara frábær leið til að koma hljómsveitinni, hljóðfærum hljómsveitarinnar og svo almenn tónlistarlífi inn í heila á ungum krökkum og þeir hafa svo gaman af þessu. Þetta ekki einhver lærdómur sem þetta bara sprettlifandi mús sem getur sýnt hvað tónlistarlífið frábært og ómissandi. Frá því að ég gerði mig grein fyrir ég ætlaði að reyna að koma þessu efni á framfæri við aðrar hljómsveitir að þá hef ég leitað ýmissa leiða til að svona gera viðvart þessa músíkalsku mús og það hef ég gert bæði með því að vera með vefsíðu og aðra miðla á netinu og senda bæklinga á ráðstefnur og ég fékk gríðarlega mikla hjálp hjá Önnu Hildi Hildibrandsdóttur sem var með útflutningismiðstöð íslenskrar tónlistar, Úttón. Eitt af því sem hún ráðlagði mér var að komast í samband við sendiráðin okkar út í heimi og ég hafði farið á fund nokkura sendifulltrúa og sendiherra á vegum Íslandsstofu og meðal hans hitti hann Hjálmar Vaf Hannesson sem var þá sendiherra okkar í Bandaríkjunum. Hann fór heim og las bókina fyrir barnabandið sitt og hann var svo hrifinn að hann fór þegar hann kominn út til Washington fékk fund og talaði við fræðslustjórann í Kennedy Center. Hann fyrir strax að tala það að það verði norræn hátíð í Kennedy Center og þetta muni passa vel þar inni. Og síðan það sem listanir stjórnendur þessar hátíðar koma til Íslands og fá að tala við nokkrar listastofnanir til þess að velja verkefni og ég átti mjög skemmtilegan góðan fund með þessu fólki og
það vilja fá Maximus Musicus á þessa hátíð. Hann í rauninni tengiliðurinn því að þar voru konurnar þarna í Kennedy Center, listrænu stjórnendur þar, voru búin að hafa augastað á Maxa og síðan komum við eiginlega, fáum við svona eiginlega bara að fylgja með og vera þarna bæði sem sagt að spila fyrir börn og síðan með tónleika kvöldið fyrir bara fullorðna áheyrendur að það er stórkostlegt tækifæri að fá að sýna á sér svona margar hliðar. Og koma gangandi að Kennedy Center leið og tugir skólabíla renndu að húsinu, gulir skólabílar eins og við sjáum í bíómyndunum frá Bandaríkjunum, hver á fætur öðrum og út hrúguðust börnin. Það voru 2000 börn í salnum. Ég hafði tekið þessa ákvörðun að mér langaði til þess að vera út í sal einu sinni. Því oftast spila ég nú með. Ég get ekki neitað því að það hafi svona aðeins, mér hafa aðeins vöknað augu svona nokkru sinnum. Hann er komin út á bók á þýsku og á ensku og á ástralskri ensku og á færeysku og á kóresku. Og nú vorum við að fara yfir þýðingu á portugalsku sem á að koma út í Brasilíu og eins koma fyrstu 2 bækurnar út í Kína eftir nokkra mánuði. Fyrsta hljómsveitin til þess að spila þessa sögu, fyrstu söguna fyrir utan okkur var Sinfóníuhljómsveit Færeyja og það var minn gamli kennari Bernharður Wilkinson sem flutti til Færeyja og stjórnaði þar Sinfóníuhljómsveit Færeyja og stjórnaði hljómsveitin hérna á fyrstu tónleikunum. Í kjölfarið var hljómsveit í Hollandi sem spilaði þetta í konsertskipahúsinu í Amsterdam og á víðar á fleiri stöðum. Síðan var það Melbourne Symphony í Ástralíu og sagan hefur verið mjög vinsæl þar. Þar eru 3 stórar hljómsveitir í Ástralíu, þessu stóra landi, sem eru búin að taka þessi þetta verkefni. Bæði Melbourne Symphony og hljómsveitin í Brisbane í Queensland og svo West Australian hljómsveitin í Perth. Mesta spenna var nú samt þegar að Berlínar Philharmonian ákvað að vera með þessa sögu. Upprunalega ætluðu þau að spila þessa fyrstu sögu sem er svona það sem að flesti byrja með. Þau nota mjög oft minni hópa við fræðsluverkefnin og svona barnatónleika eru þá í minni sal, meiri svona nánd sem er líka mjög skemmtilegt. Hópurinn sem að innan hljómsveitarinnar sem að ætlaði að taka þetta verkefni langaði svo mikið að vera með ballettsöguna. Og þetta er hópur sem heitir Ensemble Berlin, einn af svona 7 kammerhópum sem eru starfræktir innan Berlínar Philharmonianar. Aðalforsprakki þeirra hljómsveitar, óbóleikarinn, hann spurði mig hvort það væri í lagi að hann léti gera kammerútsetningu á þessu verki og myndi spila það á sumarhátíðinni sem hann er með í litla bænum sem hann ólst upp í Suður Þýskalandi. Jú, mér fannst það náttúrulega heldur betur skemmtilegt og mér var boðið að koma. 5 dögum áður en ég fer út, þá koma skilaboð. Flautuleikarinn okkar forfallast, ertu til ég að spila? Þannig að með nokkra daga fyrirvara þá var ég að læra fullt af nýjum stykkjum og reyndar líka gamlum vinnum eins og tríóin eftir Debussy sem er náttúrulega samt svona heilmikið að gera. Og ég fer þarna út til Landsberg og við höfum nokkra daga til að æfa. Og þetta var auðvitað mjög gaman að spila með þessum hópi. Þetta var allt spilarar úr Berlínar Philharmoníunni, frábæri spilarar og þetta gekk allt saman óbúslega vel og mjög gaman. Og þegar við vorum búin að spila Maximus og tónleikana og alla hinna tónleikana þá er ég spurð, kemur svo ekki til Berlínar? Þannig að hálfu ári seinna eða svo þá flýg ég til Berlínar og við höfum stutta æfingu og við spilum þetta í kammersalnum í Berlínar Philharmoníuhúsinu. Konunglega Philharmonían í Stokkólmi ætlar að vera með fyrstu söguna núna í febrúar. Hljómsveitin í Saarbrücken líka í Þýskalandi. En svona það nýjasta sem er mjög spennandi fyrir mig í þessu verkefni er að það er góðgerðarstofnun í New York sem ætlar að halda tónleika í nóvember og báðum að koma og vera sögumaður með hljómsveitinni. Mér alltaf fundist að vera skylda mín að kenna, að miðla áfram því sem mér var gefið. Nú er ég í þeirri lúxusaðstöðu að vera með
stórkostlega flinka nemendur og skemmtilega. Þó ég stundum sakna þess að vera með litlu börnin. Það var líka alveg ofsalega gaman að leiða einhvern fyrstu skrefin á hljóðfæri. Já, ég mjög ánægð með að vera Íslendingur og búa á Íslandi. Hér náttúrulega þessi dásamlega náttúra og við höfum svo margt. Og við erum orðin, þó við tala við séum fá, þá erum við þó orðin, erum við ekki 5 sinnum fleiri heldur en miðbik síðustu aldar. Þegar einmitt stofnunin mín, Sinfóníuhljómsveitin og Þjóðleikhúsið og ýmislegt annað var stofnað. Já, ég held að sé einmitt svo mikilvægt að horfa á svona, eins og svona sinfóníuhljómsveit með einmitt þessum mannauði sem að í rauninni bara svona ákveðin grunnstoð undir íslenskt tónlistarlíf því að þessi hljóðfæraleikarar eru síðan virkir út allt samfélagið. Þeir eru að kenna, og þeir eru með kammermúsíkhópa og þannig náttúrulega eru algjörlega lykilfólk í að halda uppi tónlistarlífinu. Þannig að þessin náttúrulega svo ofsalega mikilvægt að svona hljómsveit er atvinnuvettvangur fyrir tónlistarmenn sem að síðan breiðist út í allt samfélagið. En mér finnst mjög gaman að hugsa út frá því að í raun byrjaði mannskepnan að tala og þróa með þessi tungumál af þessari eðlislegu þörf okkar fyrir að tjá okkur, fyrir að segja sögur. Og þessi þörf okkar fyrir að segja sögur, hún á sér birtingarmynd í svo mörgu. Og í tónlist þá birtist það á einfaldasta hátt með því að syngja einföldustu lög, segjum Afi minn fór á árun rauð. Það voða gaman að syngja það stundum og það segir heilmikla sögu. Og stundum maður í skapið fyrir það að fara í stórt hús þar sem 100 manns á sviðinu að spila Beethoven sinfóníu fyrir mann. Allt frá einföldustu hlutum, að einföldustu menningu upp í þessi stórvirki mannsandans snillinga þarf allt að vera til í góðu þjóðfélagi.